þessi grid og þessar pælingar layout koma náttúrulega öll frá hönnun. Þetta bara það þegar að fólk fór að reyna að setja á skipuleggja pláss og láta hlutina virka þannig að við getum notað þá var til hönnun og hönnun það sem búið að stýra í raun mikið þessu hvernig grid var til og hvernig það notað. En hönnun bara eitthvað sem við getum samt ekkert hunsað þó svo við segjum bara við erum forritarar. Af því að við sem vefforritarar þurfum oft á tíðum að taka ákvörðun hvernig hlutir eiga að virka og sérstaklega, eins og tölum seinast, þurfum við að vera að athuga hvernig þessi hlutir muni virka í þessum mismunandi skjástarðum. Af því það ekki þannig að við fáum hönnun sem einhver hönnuður búinn að taka og bara eitthvað, já, hérna eru 853 pixla breidd, þá þetta svona, 860 pixlar, þá þetta svona. Heldur þetta yfirleitt bara, við erum heppin ef við fáum minnstu og stærstu breiddina. Oft fáum við bara annarkvort og yfirleitt þá bara desktop stærðina. Þannig að þá það á okkur að túlka hönnunina í allar þessar millibilsstærðir. Og þá þetta oft svona, þetta náttúrulega spurning svona auga og smekk og eitthvað svoleiðis. En yfirleitt ef við búum okkur til eitthvað kerfi, að þá höfum við einhverja ástæðu fyrir því að hvernig hlutinir eru. Þá ekki bara svona af því bara, heldur bara, ok, við erum að nota grid og við erum að nota svona marga columns og þegar þetta fer niður svona, þá á þetta taka svona mikið pláss og þá ekki bara eitthvað handaáskend. Já, ég seti bara eitthvað 23 pixla breidd þarna, ég veit ekki, bara eitthvað. Og svo erum við oft líka bara að gera eitthvað sjálf. Við erum að búa til eitthvað forrit eða eitthvað vefi og eitthvað og við viljum að þeir séu notaðar af öðru fólki og þá viljum við reyna að búa ekki til einhver svona forritara útlit, það sem bara eitthvað sem make a sense, allar aðgerðirnar eru representaðar en enginn skilur það nema við. Þá þetta í raun bara svona að hugsa hvað make a sense fyrir notandann, hvernig á þetta að líða og þá þetta svona nokkur atriði sem að mér finnst allavega persónulega svona hjálpuðu mér við að ná betri sens á þetta og þá það að passa upp á alignment eða röðun og jöfnun og þá það þetta að vera með einhverja reglu. Ég algjört svona rule freak þegar kemur að ég setja upp svona hluti. Uppáhaldið mitt að finna bara út og búa bara til minnstu mögulegu útfærslu á einhverja reglu sem almennust. Þetta svona mjög skemmtilegt. Og vera ekki með eitthvað handahófskennt. Vera með eitthvað svona, ég byggi þetta allt á þessari stærð og svo upp og niður út frá því. Hérna eru mjög léleg dæmi en svona bara, þú veist, ef við stækkum þetta út í eitthvað meira, að þú veist, eitthvað sem gæti verið svona, eitthvað á milli, þú veist, að fyrirsögnin, að sé einhver lína hérna, að sé, þú veist, við séum að, já, þú veist, að við séum að hugsa þetta. Og svo að hópa hlutum saman og þá að passa upp á það að ef við erum með mynd, fyrirsögn og texta og við erum að raða hlutum saman í lista, að það sé augljóst hvort myndin eigi við fyrirsögnina fyrir ofan eða neðan. Af því það oft þegar við erum að vinna með svona hluti að þá verður það, þú veist, þegar ég komin inn í miðjan hlut hér, þá ekki augljóst hvort það sé svona eða svona. Þannig að það bara að hugsa þetta, setja línur, setja bil, setja meira bil en minna og oft þetta líka bara spurning þú veist, að manage white spaceið, að vera að leyfa sér að láta hönnunina anda, hafa andrými á milli hluta. Þarf ekki að setja alla hlutina þannig að þið passi bara akkurat á eina skjámynd og svo þetta að nota andstæður og þá hvort sem það með letri, með að nota þessar mismunandi þyngdir sem við erum núna til dæmis með variable font, þá getum við verið með miklu meiri breidd í þessu. Það ekki að kostnaðarsamt að því leyti að það þarf ekki að sækja fleiri letugerðir ef það búið að kóða þetta inn í variable letugerðirnar, þannig að við getum verið að leika okkur með þessar stærðir eða þyngdir fyrir ekki og svo náttúrulega líka stærðirnar og vera þá með aftur einhver kerfi. Þannig hérna eitthvað, já. Og þá eru letugerðirnar og vera þá oft þetta valið þannig að það sé einhverjar andstæður, svo vera með eina serif og eina sans serif letugerð og vera með eitthvað kerfi það hvenar við erum að nota hvort það í meginmáli eða í fyrirsögnum og svo vera með einhvern svona typografískan skala sem oft byggður á einhverju veldi af tveimur gullinsniði með einhverju og það hægt að fara bara djúpt og ánum vitið að verið bara farin að íhuga að verða hönnuður. Svo með litir og þá það að vera með einhverja litapalettu að ákveða í grunninn hvaða liti ég ætla að nota og hvaða kontrasta litum og passa að kontrastin sé góður, passa að hann sé svona, þú veist, hérna,
AA eða AAA þegar kemur accessibility og hann make sense og þá kemur þetta í einhverja litateóríu og þá þetta að nota svona tól sem að leyfa mér að fara og taka einhvern lit hérna og ég nota eitthvað svona harmony, monochromatic, anomalous og þá dreg ég hérna út og þá fæ ég eitthvað complementary liti, eitthvað sem make sense. Ég veit ekki hvernig þetta tól virkar. En það til alls konar svona tól sem leyfa okkur að vera bara ekki af einhverju random. Ég ætla að vera með þennan blá og þennan græna. En eiga þeir saman. Ég veit það ekki, bara uppáhaldslitirnir mínir. Og það svona með hönnun, hvernig hlutirnir líti út oft, UI, User Interface Design, UI Design, þetta svona hvernig hlutirnir líti út. Það svona mikil einföldun að segja það sé það. Það oft svona gróf skiptingin og svo erum við með svona user experience sem upplifunin að það make sense þegar ég opna einhvern vef að ég geti lesið efnið og ég veit hvað ég gera næst. Já, næst átt að íta þennan takka til þess að halda áfram eða þú ert að fara hér til þess að komast yfir á næstu síðu. Að ég þurfi ekki að fara eitthvað svona að leita á vefnum og giska og eitthvað svona en við getum bara hugsað það. Hvernig make sense fyrir þig að opna þennan vef og nota hann og skilja það sem ég vildi koma frá mér. Og þá það bæði frá því að vera bara að greina hvernig efnið á vefnum mínum uppsett, hvernig tengjast síður, hvernig make sense að skipta upp efni. Þetta ég hafa allt efni á einni síðu, þetta ég skipta upp 2 eða 3, taka einhverjar upplýstar ákvarðanir það. Og þá svona veftré, svona æfing sem oft gerð og oft þegar við fáum eitthvað sem segir hérna hey, þú varst í vefforritum, viltu ekki gera vef fyrir mig? Þá það fyrsta, ok, hvaða efni ætlar að vera með? Ég veit ekki, bara eitthvað fyrirtæki mitt. Og hvaða efni áttu? Ekki neitt. Og það bara, hver ætlar að skrifa það? Ég veit ekki, þú? Og þá svona, ok, nú skulum við setja saman og við skulum rissa upp hérna. Hvernig það eru hugsaðir að þetta vera? Hvað þú ert með fyrirtæki, þú ert með starfsmenn og viltu hafa starfsmannalista og eitthvað svona. Og getur skoðað aðra vefi og fengið svona inspiration og fengið fólk ofta bara svona, hvað eru vefi sem að þér finnst leysa svipaverkefni vel sem að á við þetta og svona reyna að tísa út úr fólki hvað af því að fólk veit yfirleitt hvað það vill. Þegar þú spyrir það akkurat, ég vill vef og bara ok, það eru milljón spurningar tengd að því. Og oft þarf maður bara að vera svolítið ítinn og vera svolítið, komast að rót þess sem fólk vill. Síðan þegar það komið einhver svona greining á efninu, að búa til eitthvað svona wireframe og svona einhverja skissur og reyna að komast að hvernig þetta hægt, hvort sem það blað og blýanti, tústóblöð, einhverju tóli. Og þá getum við farið að fá tilfinningu fyrir því með efni sem við sjáum fyrir okkur að vera með, útlitið sem við viljum, litugerðir og svona, þá fyrir eitthvað að koma saman svona í því sem að verður síðan einhver vefur. Þá bara, þeim ódýrara, að krassa blað ódýrara en að hanna eitthvað í hönnatóli sem ódýrara en að útfæra eitthvað tilbúið. En við þurfum alltaf að geta samt að velja hversu hátt fidelity við viljum í þessum skissum okkar eða förum við út í að vera með einhverjar prototípur. Þetta svona viss kunst og kemur með reynslunni. En síðan það þannig, ef þið farið að vinna sem vefforritrar og að vinna við það að búa til vefið, þá eru þið í langflestum tilfellum að vinna eitthvað sem unnið af hönnuði. Ef þið eru mjög heppin og langskemmtilegast að geta unnið mjög þétt með hönnuði og þá að vera ekki bara eitthvað verkfæri sem hérna fullkomna hönnunin mín, vinsamlegast gerðuna að vef, heldur þetta samtal, þetta creative, við sem vefforritrar alveg creative og hönnuðirnir og við þurfum alveg mikið að ýta og segja og þetta náttúrulega bara kemur með reynslunni og þetta það sem að hönnuðir yfirleitt vilja líka að fá feedback á það sem að þau eru að setja á skjáinn og segja bara nei, þetta meikar ekkert sens, það verður rosalega erfitt að vinna með þetta þegar við erum komin í minni skjái og eitthvað svona og vera fá þetta fram og tilbaka og vera ekki bara einhver forritari sem fær einhverjar ordrur og vera bara eitthvað djöfull þetta ömurlegt, ég myndi aldrei gera þetta svona og í staðinn fyrir að láta vita og bara gera þetta betra af því að ábyrgðin alveg mikið okkar og hönnuðurana. Þannig að vera ítinn, biðja útskýringar og reyna að muna, það eru engar heimskulegar spurningar eða svona eftir hversu reynslu mikil þá fáið þið sens að hvað
en þegar þið byrjið þá bara mjög legit að vera að spurja. Svo þegar við förum að skoða JavaScript og erum að skoða hvernig við erum að vinna með svona útlit sem ekki bara einhver útlit sem við búum til og eru statísk, að því leyti að þetta bara eitthvað efni á vefnum sem bara birt einu sinni og svo ekki meir. Heldur við erum að íta okkur að takka sem að láta eitthvað hverfa og láta eitthvað birtast aftur eða það bætist eitthvað við og gerast eitthvað svoleiðis. Þá þarf að hugsa svo marga hluti. Og svo kemur aftur inn ef að það síðan einhver kunni eða einhver sem að á vefinn sem að þarf síðan að geta unnið með vefinn og getur sett inn eitthvað, að þá getur viðkomandi sett inn eitthvað alls konar dæmi. Þannig að þá verður þetta að verða svona þríhyrningur af hönnun, forritun og svo efninu og hvernig erum við að kompromissa þarna á milli. Af því að hvað gerist ef einhver á að setja inn frétt og það var bara hanna að vera með einhverja geggjað flottri mynd og svo bara engin mynd. Hvað gerist þá? Þetta þá bara eitthvað hræðilegt? Eða það alltaf gert ráð fyrir að þessi nákvæmlega svona mörg orð sem passa fullkomlega. Hvað gerist ef það meira og þetta fyrir 2 línur eða 3 línur? Hvað gerist ef það eitthvað svona loading state? Ég íti á eitthvað og ég vill að það gerist eitthvað á milli og þá bara alltaf verða bara eitthvað gett lítið og bara eitthvað svona ekkert að gerast og notandinn bara eitthvað hvað að gerast og svo bara allt í einu birtist fullt af efni. Já, og svo hvað of mikið, of stórt, of líkið, of mikið, of lítið, ekki neitt. Þetta er allt eitthvað sem þarf að hugsa og svo það sem gleymist síðan kannski oftast hvað villusteitið og þá oft bara eitthvað svona hvað á að gerast ef að mér tekst að komast á þá stöðu að þetta það birtist ekki neitt, bara átti ekki að komast í þá stöðu. En hvað ef, af því að það tæknilega séð möguleiki á því og þessi vefþjónusta eða þetta brotnar eitthvað, hvað gerist þá? Þá bara hugsa þetta og hugsanlega svarið bara eitthvað, við ætlum ekki að gera neitt. Það eru svo litlar líkur á að þetta gerist að það ekki þess virði að það tími að gera útfæra. En að lokum þá þessi tólin búin að þróast mikið. Bara núna síðustu 2 árum Figma orðið mjög stórt og bara mest notaða vefhönnunartólið í dag. Þar á undan höfðum við Sketch sem var svona fyrsta tólið sem var almennilega hugsað sem vefhönnunartól, ekki eins og Photoshop sem myndvinnsluforrit sem að þú getur notað til þess að hanna vefi en bundið af því að vilja alltaf bara vera að vinna með ákveð stóra kanvasa. Og Figma sem sagt hannað bara til þess að vera vefhönnunartól á vefnum. Þannig að það bara byggt með vef tækni og sem sagt bæði til bara sem vefur eða sem desktop app sem við getum sótt. Þannig að ef við keyrum upp Figma, þá getum við farið bæði á figma.com og þá loggast ég eitthvað inn og ég með eitthvað eitthvað figt, og ég með sama en nema ég búinn að logga mig inn. En þetta bara sama, ég búinn að búa mig til account og ég bara loggaður inn Og þá erum við bara með eitthvað tól sem ég get verið að gera eitthvað og þetta bara, hvort sem ég hér eða hér, þetta nákvæmlega sama. Þetta bara, ég með innan vafra eða ekki innan vafra. Hitt með offline stuðninga og svoleiðis, en í grunninn þá þetta bara vefur, þetta veftækni. Reyndar skrifað held ég að miklu leyti öll svona flóknari skrifað í C++ og compilað yfir í Wasm eða WebAssembly. En erum við með hönnunarkerfi fyrir Ísland.is. En það verkefni í gangi núna sem búið að vera í gangi núna í aðeins meira en ár sem keyrt áfram af fjármálaráðuneytinu sem í rauninni það að taka alla stafræna ferla hjá hinu opinbera, byrjað á stjórnvöldum því sem kemur frá ríkisstjórninni og ráðuneytunum og búa til í raun bara kerfi fyrir þetta. Bara mjög stór rammasamningar sem gerðir við mörg fyrirtæki. Það eru yfir 10 fyrirtæki á Íslandi sem eru að vinna í þessu saman. Þannig að þetta svona áhugavert að því liti líka að maður að vinna bara að verkefni með einhverjum samkeppnisaðila sem hefur ekkert verið mikið svona samvinna með í gegnum árin. Nema nú eru bara allir saman að vinna því að gera stafræna ferla hjá ríkinu betri. Og fyrsta sem var gert í þessu var að búa til einhvern svona hönnunarstaðal. Það sem allt það sem átti að koma út átti að fylgja því
og það hérna sem sagt dokumenterað í brandguide fyrir Ísland.is og þetta allt opið á Figma þar sem að við erum með einhverja hluti hérna og þá getum við farið og við getum skoðað. Hérna logoið með og án logo typesins. Typið þegar það búið að skrifa út logoið og hérna þetta bara sett inn hérna. Ég get bara valið, þetta vektorgrafík hér þannig að ég get tekið þetta og ég get exportað þessu til að geta unnið með þetta logo. Ég get skoðað hérna hvað eru stærðirnar og breiddirnar þannig að þetta að því leyti að þetta hugsað sem vefhönnunartól þannig að það auðvelt fyrir mig að sjá allar breiddir hérna á milli. Svo ég með hérna hvernig má nota logoið, hvernig á ég að vinna með logo opinberra stofnana. Svo eitthvað svona íkonasafn. Svo hérna dot-grid sem þá í prent held ég yfirleitt að nota þetta í. En svo förum við yfir í texta stíla. Þannig að þá hérna hvernig fyrirsögn. Þá sjáum við hérna þetta font size 42, line height 52 þannig að út frá þessu getum við séð 42, 52 þannig að ef við verðum með grunnstærð 16 þá getur þetta verið 42 deilt með 16 rem, svo 52 deilt með 42 sem line height þannig að við sjáum hérna við getum fært þetta yfir í CSS hjá okkur til þess að útfæra það og alls konar hérna litir og skuggar, tone of voice, hvernig við höfum að skrifa textan okkar allt íkonasafnið hérna síðan gridið þannig að þá sjáum við í raun desktop grid 12 columns, 48 pixla margin hérna á milli, þetta offset hérna og 24 pixla gutter mobile gridið 6 columns, 24 pixla margin, 16 pixla gutter þetta stundum skipt á milli, við ætlum ekki að fara svo langt í þessu sem við erum að fara að gera svo eru spacing hlutir hérna þannig að þetta í raun það eru allt í incrementum af 8 þannig að það er verið að spacea á milli hluta svo hérna dæmi og svo förum við hérna í UI library þá búið að hanna þetta svolítið þungt forrit þó þetta sé vefur þannig að tölvan mín farin aðeins að spinna upp hérna loka bara allir björnum hérna fara hérna í desktop og þá getum við séð hérna eru svona accordions og við getum tekið og kveikt á gridinu þannig að við getum séð í raun hérna þessi hérna hlutur ekki bara randomly staðsettur hann staðsettur þannig að hann 3 dálkar hérna, hann tekur það mikla breidd þetta hérna open og closed þannig að þetta svona eins og hérna details sem við erum búin að vera að skoða þannig að hvernig það notað svo erum við með bara fullt af einhverju hérna pagination, progress bar, search hvernig á þetta virka þegar ég að leita öll mismunandi statein og svo framvegis og þarna bara búið að búa til hönnunarkerfi sem var síðan útfært og í raun í vinnslu ennþá, þetta er ekki tilbúið þetta er bara út frá því sem að fyrstu verkefnin þurfti en verkefni hérna markmiðið fyrsta árið var að byggja hennar grunn og ekki bara byggja þetta viðmótslibrary fyrir svona viðmótið heldur líka byggja svona tæknilegan grunn hvernig við erum með hvernig allur infrastruktúrun hvernig við deployum hlutum og production, hvernig við erum með staging og development umhverfi hvernig við tengjum mismunandi þjónustur gegnum eitthvað sem heitir straumurinn eða X-Road sem tækni sem kemur frá Íslandi sem eru fremst í heimi í svona government, svona e-gov pælingum og þá erum við búið að skilgreina bara eitthvað ef að þú ert menntamálastofnun og þú vilt og ég vil geta birt upplýsingar þinn námsferil hvernig á ég að eiga í samskiptum þá fer það allt í gegnum ákveðið svona security gate og þar verið að passa på öryggi og passa på alls konar og það bara búið að búa til svona scaffolding eða svona grunn þar sem ég get í raun farið núna og ég get tengt nýjar þjónustur og þar geta verið og svo get ég sagt hérna þjónusta X ég vil að þú við viljum vinna með fasteignaskrá að setja upp
eða með Þjóðskrá og setja fasteignaskrá inn á nýjar mínar síður og þá það, þau skaffa gögnunum, þau eru að nota tækifæri til að endurskrifa einhverja þjónustur, það sett inn á X-Road, við tökum síðan UI library, pikkum út, ok, við erum að taka þetta hérna, við ætlum að nota Page og Action Card og Toast og Box og þá það allt skrifað í React. Þá hérna búið að útfæra öll þessi hönnunarkerfi og ég get farið hérna og skoða hvernig þetta virkar og séð síðan hvernig í raun þetta en React virkar þannig að það svona ofan á HTML að því leyti að við smíðum eitthvað sem lítur út eins og HTML en hérna með stórum stöfum alltaf í byrjuninni og við getum búið til okkur eigin element með efni en hérna get ég núna, þannig ef ég núna að fara að vinna eitthvað UI, þá get ég farið og pikkað út úr þessu það sem ég þarf og sett þetta inn og ég get á miklu styttri tíma búið til eitthvað nýtt sem byggir á þessum kerfum sem búið að búa til og allt byrjaði þetta sem bara hönnunarkerfi og hönnunin á grunnhlutunum og síðan í raun fer þetta bara í svona ídrað ferli þar sem það eitthvað nýtt verkefni sem krefst nýrra viðmótsparta. Þeir eru hannaðir, þeir eru útfærðir, þeir eru settir í test, þeir eru gefnir út og svo höldum við áfram og áfram. Og þetta í raun bara verkefni sem á eftir að halda áfram nú út. Hver veit, nema þegar þið útskrifist þá farið þið að vinna í Stafrænt Ísland verkefninu. Já, en við munum núna skoða aðeins hvernig við getum, hvernig við notum þetta og hópverkefni mun vera þannig að þið fáið hönnun frá mér og hugsanlega einhver hönnuður búinn að vetta og passa på að sé ekki alveg eitthvað út á túni. Þar sem að þið þá taka það og útfæra það eins og þið værið bara að vinna fyrir mig sem hönnuð og hérna það verður ekki fullkomin hönnun og þið munið þurfa að taka ákvörðun hluti hvernig þið dílið við hluti þar inn í.